Þú sæl aftur. Við ætlum að fara núna alveg í, eiginlega fyrstu grínatriðin sem voru á Stöð 2 svona nokkurn veginn. Það var sería sem braut blaðið íslensku sjónvarpið að róa þetta segja. Við skulum sjá brotur heilsubælinu í Gerðarhverfi. Nei, takk fyrir, ég dreg ekki, Jú, þá er eldur, Ég er nýbúinn að fara í meðferð? Nei. Í skóna? Í læknisskoðun? Í læknisskoðun, sko. Já. Fóra fékk mér í svanginn, farði í rauðina. Fóra fékk mér í glas, farði í vaskat. Alveg úr pilsinu? Fyrirgefðu, Ragnar. Það er ég að fara úr öllum fötunum. Þetta er bara pirringur í nefið. Nefi? Já. Fyrirgefðu. Mér heyrst að segja í eyrum. Fór í banka, ekki banka. Drífa mig hérna upp á kóluna þína. Kóluna mína? Nei. Kóluna hans? Kóluna? Nei. Nei, upp á hvaða kólu þá? Ekki upp á kólu, ég er bara að drífa upp á klósett. Hvurslags andskotans spurningar er þetta? Ég er í spreng. Þú veit að það er andskotans forriti. Ég er svo aldeilis, sá var aldeilis í. Vondu skapi, vondu félagskap. Nei, í spreng! Þetta var heilsubæli í Gerðarhverfi. Þetta er eldgamalt bara einhvern veginn. Ævafólk. Þetta er ævafólk. Þarna voru þið sjá. Hvernig var þetta? Þetta var alveg frábært. Það lítur að hafa verið rosalega gaman. Alveg rosalega. Þarna varst þú 4 ára, Steindi. Já. Ég eitthvað sliðis. Það bil. Já. En þú hefur séð þetta? Já, ég hef séð þetta allt. Afi minn var mjög duglegur í að safna svona og taka allt upp. Þannig að ég er búinn að sjá heilsubælið og matreiðslunámskeiðið með Gísla Halldórssyni og fasta liði og ég ólst upp á þessu. Já. Hvernig finnst þér þetta? Bara mjög skemmtilegt. Kann mikið af þessu utan af, sko. Ég talaði á honum hérna, við fóstbræðurum hérna, fólk var að leika atriði fyrir og það var nú eitthvað gerst fyrir ykkur, það er eitthvað neginn. Þegar fólk er að svona, þú veist, það er rifja upp atriði, er það ekki gaman? Jú. Manst eftir þarna atriðum þegar þú er það ekki? Það er rosalega skemmtilegt. Það er ekki mjög skemmtilegt. Og leikur það fyrir mann. Það er karakterarni. Ertu ekki alltaf glaður þegar fólk er að herma eftir karakterarni? Ég er rosalega glaður. Já, sérstaklega þegar menn koma svona, bróðir minn, hann er alveg rosalega, hann kann allir hérna karakterarna og sumir bara betri heldur en þú, sko. Já, það er mjög gaman hlýtur. Já, það er mjög gaman. Þetta var bara enga ríkjur, þetta er náttúrulega, menn hefði ekki gert svona seríu á það svona eins og þessa. Og þarna var nú eitthvað sem að hreyfði nú eitthvað yfirlæknir í Hitlersbúningi og hvað var það? Jú, ég veit alveg Já, hvað það hún veit það held ég örugglega. Nei, það var sko, einhvern tímann þá hafði sett leikstjórn og með höfundur okkar, Gísli Rúnar Jónsson, hafði fengið svakalega mikla pest, einhvern taugaveikibróður og fluttur alveg akút í einangrun á spítala og yfirlæknirinn var, hann lék hann sko reglulega fyrir okkur sem heimsóttum hann. Við máttum ekki heimsækja reyndar alveg strax og þá var þetta svona svakalegur harðstjóri, hann vantaði bara skeggi. Þannig að við gengum bara alla leið, ýktum þennan mann og úr varð harðstjórinn Ægilegi. Óli, Ægilegi. Hæ Litli. Já, þetta er ekki það. Það var með svona stofugang, sko, þessi læknir, sko, og það var runan og eftir honum að nemum og svona og það var allt svona, sko, og einmitt hann stoppaði hjá Gísli og sagði, hvað er þetta bréf að gera hérna? Það var utan að einhverju nammi. Já, burt með þetta bréf! Hann var bara nákvæmlega eins, sko. Ég baði ykkur velja uppáhaldsatriði og það sem ég finnst skemmtilegast. Þú valdir atriði sem þú ert ekki sjálf í. Nei, átti ég að velja mig? Nei, það gerða það allir einhvern veginn, sko. Grunna hóvær bara einhvern veginn, sko. Ég er svo hóvær og örlát. Það var, þú sagðist bara ekki að hafa ráðvitað. Við skulum sjá atriði. Þetta er atriði sem kom alltaf regla. Þetta er Olli Síman. Já, mér finnst strákurinn ekkert líkur mér, Hvaðan hefur hann til dæmis þessi skásettu augu, og þetta gula hörðsli?
fyndið. Já, svo mamma er orðið svolítið gul í restina. En það út af sígarettur ekki komið svo veist inn á mína. Ekki barnið farið að reykja svona 4 ára gamalt. Jæja, þú átt ekki að ræsað upp svona stíðan með kasólju. Þú ættir að koma að heimsækja mig einhvern tíma Stína mín. Ég hef ekki séð þig í heilt ár. Þetta var Óli að tala konu sín höfn. Já, þetta var ekki að fyndi, þetta er annar lögstu. Já, mér finnst þetta alveg ótrúlega fyndi. Mér finnst þetta alltaf að fyndið og það var sko, svo náttúrulega fylgdist maður með öllum tökum en maður bara fór í búning og var svo tilbúin í næsta og ég man að þurfti að reka mig fram út af þessu því að ég var alltaf komin í hláturskrampa og þess vegna er mér þetta minnisstætt en ég meina fullt af uppáhaldsatriðum samt sem að maður á úr þessu sko. Þú átt alls konar karaktera, þú átt náttúrulega frægur fyrir karaktera. Átt þú einhverja karaktera, Steindi? Já, ég var... Já, þú átt Sigmar náttúrulega. Já, og Níels. Já, Níels, já, það er rétt. Stólkerinn. Það fer svona notalegu karakter eitthvað. Ég hef leikið svona hitt og þetta, Gothara og Stólker og og mér finnst það mjög skemmtilegt. Gothara sem langar ekki að vera Gothara. Já, hún leik hræðilega sem Gothara. Já, það er þetta rétt, já, nefna. Því karakterarnir þínir Ég leik Pólverja. Karakterarnir þínir eru... Kom með smá banka, sko. Það er að koma, en þínir eru svona, og þú valdir atriði sem mér finnst reyndar, mann mjög vel eftir sem er alveg klassískt og það er Skúli Rafverki. Já, ég man sérstaklega eftir þessu atriði vegna þess að þetta var mjög skemmtilegt, eða allt sem gerðist þarna. Þetta var svona gifting þarna og það var út af því að þetta var svolítið löng ræða sem Skúli heldur þarna. Þetta var eiginlega eina sem hann gerði í heilsubælinu, hann var ekkert í heilsubælinu nema bara þarna. Og við vorum nefnilega alveg, það voru allir að springa sko. Og við rétt gátum klára atriðið, þá getur allt sprakk og hláturinn sko. Og það sést, ef þið horfið vel á þá sjáu þið restina sko að Skúli er alveg gjörsamlega að bara fara yfir Sjáum Skúla halda ræðið í brúðkaupinu. Góðir brúðkaupsgestir! Góðir brúðkaupsgestir! Herra minn er á túr, herra minn er á klúr, herra minn er í skúr, herra minn er á flúra þegar ég kom. Ég hvernig segja ykkur, í dag þegar ég var sko að laga staða heimann, í draumum að fara í kirkjuna, þá sagði ég sjálf mig, ég sagði bara sjálf mig sko, það er að síðast sem að koma fyrir þig Skúli minn í dag, það er að síðast sem að koma fyrir þig, að það er að gleyma ræðinu heima, Skúli minn, það er að síðast sem að koma fyrir þig í dag, ég sagði þetta sjálf mig, sagði bara myndi sjálf mig, Skúli minn, það er að síðast sem að koma fyrir þig í dag, það er að skilja þér ræðinu til heima, og það var það þegar ég var að leggja staði heima sko, þegar ég var að leggja staði heima og kom út úr tröppuna bara, þá var það síðast sem ég sagði ég sagði þú mátt ekki gleyma ræðinu heima, má ekki koma fyrir þig, og það er akkurat það sem kom fyrir mér þegar ég var að fara heimann í kirkjuna, það var það að gleyma andskotan sinna, þið vitið ræðinu heima sko, þannig að ég gerði það, ég gleyði bara ræðinu heima, ég gerði það, og það er bara, þú veist, bara stengleiti, ég var alveg hvað það var á 7 morgunni, ég sé hana fyrir mér og ég sé hana en það er sem að segja í máltrygginu, aldan mann einn, þá tveir gleyma. Það er mikið ræði. Já, hún er nú bara hálfnur hann sko. Svo kom nú aðeins meira þarna eftir sko en. Þetta er þessi karakter og þessi, þú veist, maður sér bara einhvern veginn á það, maður horfir á þetta, það lítur að hafa verið ævintýralega gaman að gera þetta einhvern veginn bara. Já, þetta var alveg stórkostlegt. En þetta var svona hálfgert maraþon sko, má segja sko, við höfðum bara örlítinn tíma og til að gera þetta. Það var ekki neitt þáttur á dag og svo var kvöldið og nóttin til að æfa næsta og skrifta. Þannig að það var eiginlega ekkert sofið, sem við sváfuð þarna, það var mikið af sjúkrarúmum þarna sko og menn bara lögðust þar og bara vöknuðu á morgunin bara í búningunum og öllu og gætu bara haldið áfram. Þannig að þetta var svolítið svoleiðis. Þetta var hópur, Steindi, þú ert búinn að vera meira með einn í þessu bara. Hvað segirðu? Þú ert alltaf einn bara eitthvað. Svo langt í burtu? Já, við erum tveir. Já, ég meina þannig, þetta er ekki eins og þetta sé stór hópur leikara. Nei. Þið Laddi, þið tengist reyndar, þegar þú fékkst Ladda til að leika. Já, ég fekk Ladda til að leika og Hann lamdi mig. Við tverum ekkert í minnst, en þú lamdi hann bara. Já, eðlilega. Sjáum hvernig það leit út bara í atriðinu. Nei. Jó, sjáum hvernig það leit út. Nefbraut mig. Nei! Er það lægir með þig?
Kildur hann í alveg? Hann fór á móti. Er það læg með þig? Já. Bara aðeins inni. Nei, það er alltaf stressað. Já. Jésu. Þetta er bara... Og svo byrjaði ég að segja, hann færði sig á móti. Þú veist það er ljótt maður. Viltu bara hafa þetta alveg? Þú vart ekkert fyrir að leika. Nei. Við sögum líka úr staðan. Þetta var svakalegt sko. Þetta var náttúrulega, þú veist, að kýla ladda. Ég meina, þú getur ímyndað hvernig mér leið. Og svo er náttúrulega Benta leikstýra og Diddi hljóðmaður og þeir eru ekkert að peppa mig neitt. Þeir eru bara, býttu, varst að kýla ladda? Varst að kýla ladda? Og svo kom einhver hugmynd að hann ætti að kýla mig og þetta var alveg bara tóm steypa sko. Þú valdir atriði líka og það er atriði sem er mikið atriði en hérna... Ég sjá það bara, þetta er flókið atriði og mikil saga. Skulum sjá hvað hann lítur út. Ok. Þetta er alltaf bara tillingaskítum með það sem ég lendi í gær. Ég var út á gata að taka lögg með Lindu P. Bara fá mér kaffi latte með nóg af G. Pottslaku bara en geti hvað ég sé. Pál Óskar að lendi í hörkustafi Jóa Fel. Jói Fel tekur upp vínabrauð og kastar. Tekur svo upp annað vínabrauð og kastar fastar. Pál Óskar Hjálmsson gjörsamlega sturlast. Fyrir ná jakka sinn og dregur fram kuta. Ég var orðinn skítrættur og gjörsamlega frýs. Svo er þarna Kitty Big út að borða ís. Heyri flaut, sé hund að keyra bíl. Og svo doktor Gunnar rakka sig með ramp og hníf. Allavega Jóa Páll Óskar eru þarna. Og Jói tekur flösku af götunni og brýtur hana. Þeir standa anspannir hvor öðrum og hringsóla. Svo skyndilega springur höfuðið á honum Jóa. Býttu, sprakk hausinn á Jóa Fel í gær. Ég er að segja þér það. Er hann dáinn? Jói Fel er steindauður. Og býttu, þetta er ekkert í blöðunum? Nei, þetta gerist líka bara í gær og það fer ekkert allt í blöðin. Og getur þetta alveg gerst? Já, þetta getur alveg gerst. Ég meina, hausinn á venjulegu fólki, það getur sprungið. Bara upp á þurru. Hvað finnst ykkur? Hvað finnst ykkur Steindi? Hvað segir þér um Steinda? Mér finnst hann alveg frábær. Þetta, þú ert ekki að segja neitt núna? Mjög. Það kom mér alveg svakar óvart að ég er hrikalega léleg sjónvarpsmanneskja. Ég missi af öllu. Það er bara svona, ég er þessi sem missi af öllu. Og náttúrulega einfaldlega vegna þess að ég sést ekki verið fram að það svo mikið. En svo bara óvart einhvern veginn ég sest með litla drenginu mínu með úlingnum, 17, og horfa hann á þátt og stend með að því að vera bara skelli hlæjandi svo fífla sem ég gerist. Og sem er alveg svo komið inn á áðan sko, að þá er það regla hjá eins og fóstbræður sem ætla að breyta gríninu, skiljið. Kemur nú eitt sem var einn hjá það. Já, ég skal. Eitt fá að heyra betur í þér. Það er regla að vera á móti nýju gríni. Það er lélegra nýja gríni. Það er búin að tala fallega í 5 mínútur. Það er bara minni. Einhvern tala fallega og maður ekki þetta út. Hlóa eins og fífla allu sem að gerði, sko. Já, ég segi það, sko, sem er Steinda, sko. Það sem er skemmtilegt við hann, það er þetta, hann bara gengur fram á hann, sko, og það kemur svo óvænt, maður býst ekki við því og það er það sem maður fer að hlæja því að þetta er bara svo óvænt allt sem maður gerir. Addi og þetta björnist bara. Þú veist bara, hausinn springur allt í henn á manni eitthvað bara, þetta er. Það farið upp í bara Snælandssíti og leikti spólu bara og verið þar bara. Já, bara að fara að hanga upp í mósum. Eitt sem áður ég skil við eitthvað, þá verð ég að taka eitt atriði um þér. Það er eiginlega fyrsti grín karakter Stöðvar 2. Og það er Marteinn Mostal. Sjá hvernig Marteinn Mostal talaði þegar Stöðin var að byrja. Ríkisflokkurinn telur alveg lífsnauðsynlegt að heimila þjóðinni að vísa undir eftirliti að svala kosta sínu. En þetta hérna nær ekki nokkru á. Að gefa fólki kost á svona mörgum tegundum og gera það alveg gjörsamlega snarruglað. Nei, segi ég, hingað og ekki lengra. Það á bara að leyfa einn gosdrykk sem ég er nú með að tilviljun hérna í töskunni hjá mér, ríkislímonadið. Það má venjast þessu, sannið til. Þetta var ríkala mikið. Flókin. Marteinn, já, hann er flókin. Það búið ræðilegt af okkur, þið eru sko eins, þið eru eiginlega fyrstu og þú ert eiginlega nýjasti grínarinn eitthvað veginn. Þannig að við höfum náðu að brúa kynslóðabili hérna. Allir tala fallega um alla og eitthvað neginn svona. Já, eintóm hamingja. Og þú byrjaði með nýja seríu í febrúar, ekki? Jú, við erum bara að byrja að taka í næstu viku. Hlakka til að sjá það. En við ætlum að vinda okkur, ég var búinn að lofa því áðan að við myndum sjá meiri tónlist úr grínsögu Stöðvar 2. Við sjá nokkuð dæmi. Ég tala bara
þriðjudagskvöld fram á þriðjudagskvöld. Ég á leiðinni, tralala leiðinni. Ekki hlust á pappa þinn, giftum okkur strax. Ég hugsa þig frá degi til dags. Ekki hlust á pappa þinn, hann veit ekki hvað ást er. Nottar sig ekki á því að ég vil vera með þér hvað sem er. Hann gamla skólanum, þessi illa þreyti maður. Heldur ástum okkar sé nú bara ekkert nema blaður. Skítamáar, skalaðismessur.